Mosar eru plöntur sem eru svolítið frábrugðnir öðrum plöntum. Það eru til 20.000 tegundir mosa. En það sem að mosar hafa frábrugðið, eða er frábrugðið við mosa miðað við aðrar plöntur, er að mosar hafa ekki rætur. Þeir hafa það sem kallað er rættlingar. Rætur plantna vaxa ofan í jörðina og taka upp vatn. Rættlingar mosa geta það ekki. Þeir nota rættlingana til þess að festa sig, en þar með er það eiginlega upptalið það sem rættlingarnir gera. Þeir taka ekki upp vatn eða steinefni eins og ræturnar gera. Þetta er bara festing. Mosar eru heldur ekki með æðar til þess að flytja vatn og næringarefni plöntuna. Þess vegna geta mosar ekki orðið mjög stórir, því að það er ekki hægt að flytja vökva Tré getur orðið stórt því að það tekur vatn upp með rótunum sem er svo flutt með æðum upp allt rótakerfið og upp allt tréð, en þetta geta mosar ekki. Mosar búa heldur ekki til blóm eða fræ eins og blómplöntur gera eða fræplöntur. Mosar búa til gró. Það gera þeir í pínlitlum gróhirslum, en áður en það gerist þarf frjókorn að fara á milli til þess að frjóvga þetta, og það gerist ekki nema að það sé vatn utanum eða liggi á mosanum. Mosar eru nokkuð algengir á Íslandi og þar er grámosi sennilega þekktastur sem við sjáum oft í hraunum. Grámosinn virðist vera grár þegar það er þurrt en grænn þegar hann er blautur. Það er vegna þess að mosinn er með vaxkennd laufblöð. Það er til þess að koma í veg fyrir að vatni gufi upp úr mosanum. Þið munið, hann er ekki með neina rætur, þannig að hann þarf að passa vel upp á vatnið sitt. Þegar hann blotnar, þá opnar hann laufblöðin og þau eru græn að innan. En ef hann er þurr, þá lokar hann laufblöðunum og laufblöðin eru grá á bakvið. Þannig að þegar það er þurrt, þá sjáum við bakvið laufblöðin, en í blautu þá sjáum við inn í þau. Þess vegna kemur þessi litamunur.